Guðmundur, sigur í 5 km hlaupi, kom þetta þér á óvart? Við erum náttúrulega búin að vera á stífum æfingum hér í öðru flokki, þannig að ég tók þetta líka á síðast ári, þannig að kom ekki annað til greina en að bara verja titilinn. Náður betri tíma núna heldur en í fyrra? Já, þetta var alveg 2,5 mínúta í bætingu. Hvernig undirbjóstu þig fyrir þetta hlaup? Breyttir eitthvað út af mataræðinu? Nei, ég borða mér venjulega, veist. Ég er venjulega með hólt mataræði, þannig ég breyti ekki miklu. Eþíópíumaðurinn Haile Gebrselassie, er hann svona þín fyrirmynd í hlaupunum? Já, hann hefur verið það, veist. Það er maður sem maður getur alltaf litið upp til og ég meina, hann var mikinn part í lífi mínu, ég hef alltaf litið upp til hans. Nú ert þú að fara að keppa í fótboltaleik hérna í kvöld. Er góður undirbúningur fyrir fótboltaleik að hlaupa 5 km á leikdegi? Þetta er bara smá uppbytun, það er ekkert annað. Það er ekkert minna það? Nei. En hvað svona í venjulegum fótboltaleik, 90 mínútna fótboltaleik, hvað heldur þú hlaupið langa vegalengd þar? Ég hef nú aldrei pælt í, ég veit ekki, 8 til 10 kannski. Eitthvað hannig. Cirka bát. En hvað á að gera við blómin? Það er bara til mömmu. Beint til mömmu. Guðmundur, þakka kærlega fyrir og til hamingju. Takk fyrir.